Ég nefndi áðan að til mín voru og eru væntanlegar og þær eru komnar í hús 4 nemar í iðju þjálfunarfræði, svo ég hafa þetta rétt, við Háskólann á Akureyri og þær heita Bjarnfríður, Greta og Dagný og Katrín Ósk, hún með okkur á línunni. Ertu þarna? Já, ég hérna. Þarna ertu. Selvi, velkomnar. Takk fyrir. Ef við byrjum kannski bara á iðju þjálfun, ég þurfti að googla þetta. Hvað það? Hver ætlar að svara því? Það er svolítið erfitt að útskýra hvað iðjuþjálfun nema þú viti hvað iðja og þess að þið flókið heita að útskýra, en iðja er allt sem við tökum fyrir hendur, allt frá því annars þig og sjálfa þig, stunda áhugamál, allt sem við gerum er iðja. Svo er kannski einhver skerðing á þeirri færni við að stunda þessi iðju, þá kemur iðjuþjálfun, grípur hann inn í með allskyns. Og þar komið þið? Þar komið við, já. Áður en við fórum í loftið, þá vorum við að ræða að það eru margir í þessari grein fyrir norðan, er það ekki rétt? Jú. En fáir hér á Suðurlandi. Af hverju er það? Það er til að nýfara Þú mátt koma svolítið nær mikrofónu svo að heyri þér. Já, það er til að nýfara að kenna iðjuþjálfun í fjarnámi. Þetta hingað til var þetta kennt bara við Háskólann á Akureyri í staðnámi. Og það var 2008. 2008 sem fjarnámi byrjaði. Og þá fór bara aukast, iðjuþjálfar voru bara mjög mikið að vinna á Norðurlandi. Þar eru starfandi í dag held ég 50 iðjuþjálfar, en eingöngu 3 hérna á Suðurlandi. En við erum svona vonast til að með auknum fjölda nemanda í fjarnámi að þá fjölgi störfum iðjuþjálfa á Suðurlandi. Þrátt fyrir íbúafjölda á Suðurlandi og það eru 3 starfandi hérna, það vantar iðjuþjálfa? Já. Augljóslega? Já. Hérna eru starfandi einn iðjuþjálfi á barnasviði og 2 iðjuþjálfar í öldrunarsviði. Þannig að það vantar bara virkilega iðjuþjálfa í aðrar greinar, sko. Ég vil hafa Katrín að vera með, ertu að passa eða ertu með barnið þetta? Ég er með barnið heima. Já, ok. Iðjuþjálfunarfræði, þetta er eitthvað sem, ákvaðst þú að fara í þetta? Ég var búin að skoða þetta hérna þegar ég útskrifaði sem stúdent, en þá var þetta bara kennt fyrir norðan. Og þá ég gugnaði á því, ég treysti mér ekki til þess að flytja norður og eitthvað breyta með umhverfi og svona. Já. En svo greip ég eiginlega tækifæri bara þegar ég sá að þetta var komið í fjarnám og fannst mér þetta náttúrulega bara gjörið tækifæri. Akkurat. Og náttúrulega líka eins og að því það eru fáir starfandi hérna fyrir sunnan og þá er náttúrulega mikið atvinnu tækifæri fyrir okkur. Algjörlega. Hvað er langt síðan að það var byrjað að bjóða upp á þetta í fjarnámi? Það var sem sagt, byrjaði 2008, þannig að fyrstu útskrifuðust 2012 og núna til dæmis eru 13 nemar í fjarnámi, sem sagt hérna á Suðurlandi, eða sem sagt, á Suðurlandinu, því svæði sem er í fjarnámi. Hvað er þetta langt nám, Dagný? Hvað er þetta langt nám og hvernig er iðjuþjálfun kennt? Sko, þetta eru 4 ár sem við erum að taka og við erum í vettvangsnám líka, byrjum hana á öðru ári, taka 4 vikur, svo sem sagt á 3. ári erum við að taka 7 vikur og svo raunni hérna aftur 7 vikur núna eins og á loka árinu að og þá erum við virkilega farin að vinna á feltinu, sko, þá erum við að tökum bara þátt eins og aðrir iðjuþjálfar og bara veitum íhlutun og sem sagt við erum bara virkilega að þjálfa okkur í að vera fær í okkar fæi, þannig að en við sem fjarnámar eru náttúrulega bara búin að mastera listina við að nota Skype og síma við til annars. Já. Það þurfum við aldrei að fara norður og... Já. Við þurfum held ég svona meðaltali að 2 ferðir á önn sem við þurfum að mæta í vikulótur á Akureyri og og þetta alltaf eru töff lótur, sko, þetta er mikil vinna og við erum alltaf meira og meira eftir því sem að við erum komin áfram í námið og það eru alls konar verkefni sem við erum að flytja og mikil hópavinna, þannig að Skype er svona okkar aðal miðill, þannig að því við náttúrulega erum alls staðar á landinu og þurfum að vinna saman og þetta getur verið sem dagar alveg bara frá morgni til kvölds bara á Skype meira í mismunandi hópum og þannig að þetta getur stundum við jafnvel verið too much. Það er mjög skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. Bjarnfríður, í hvaða greinum eða hvar eru iðjuþjálfar helst? Er þetta sjúkrahúsin eða hvað? Sko þeir finnast einmitt
mjög víða. Þeir eru á hjúkrunarheimilum og skólum og leikskólum og þeir eru líka í endurhæfingu og geðheilbrigðis þjónustunni. Þjónustu með fötluðum og bara helst út allt. Við viljum sjá iðjuþjálfa allstaðar, í útvarpi. Já, nákvæmlega. Og vinnuvernd, þeir eru mikið að taka út vinnustæði í sambandi við hvernig þú situr og vinnustöðu og líkvarsbreytingu og svo leiðis. Já, það er líka þannig. Já, takk út vinnustæði. Lýsingu og byrstu og vinnusvæðum og svo leiðis líka. Já, mætti fara aðeins nær og skemmt. Já, nákvæmlega. Er eitthvað meira sem þið vilja koma framfæri? Katrín, þú ert í símanum. Það er svo auðvitað fyrir þig að tala. Já. Þú situr bara upp í sófa, hefur það gott? Já, ég hef það bara gott, sko. Já, en við sem sagt, í dag er alþjóðlegi iðjuþjálfunar dagurinn. Þess vegna erum við svona, þannig að á eftir að fara mikið fyrir okkur núna. Það eru fleiri líka sem hafa verið í viðtölum í útvarpi og svona. Og fleiri að senda út greinar, þannig að það á eftir að fara mikið fyrir okkur núna, næstu dagana. Og þið eruð mitt að fara að senda núna greina ekki í sunnlenska miðla? Jú. Það kemur grein í dagskráni á 5. daginn eftir okkur. Það sem við erum einmitt svona ræða mest hvað vöntunin eða skortin á iðjuþjálfum hérna á Suðurlandi. Já. Svona ákall til þeirra sem hafa áhuga. Já. Kynna þetta líka bara, það eru svo margir sem veit ekki hvað er iðjuþjálfun. Og við erum líka bara að sjá fyrir okkur að með bara auknu framboði af iðjuþjálfum og þá aukist eftirspurnin eftir að ráða það í störf. Þannig að það eru 3 núna og 13 í námi, þannig að þetta er bara framtíðinu björn. Heldur betur. Hvar eru þessi 3 staðsettir á Suðurlandi? Eru þeir allir á Selfossi eða? Það er eini Hveragerði og hina 2 eru í Öldrun og Selfossi. Hinn er rauninni allt Suðurland með barnasviði sem á öllu Suðurlandi. Nákvæmlega. Ég held að ég sé búin að tæma allavega minn spurningapakka. Eitthvað að lokum, stelpur? Nei, ég held að sé bara takk fyrir að taka á móti okkur og hjálpa okkur að vekja athygli á iðjuþjálfun. Já. Að sjálfsögðu. Er einhver heimasíða eða eitthvað sem er hægt að lesa nánar iðjuþjálfun eða? Það er Facebook síða, það er iðjuþjálfun í íslensku samfélagi. Er það ekki like síða? Jú, það er like síða. Og iðjuþjálfufélag Íslands. Já. Það er líka Facebook. Já. Þannig að fylgjast bara með í dag. Í dag fer örugglega mikið í miðlum fyrir iðjuþjálfum. Þetta er alþjóða dagurinn okkar. Glæsilegt, blása í allan lúra. Bjarnfríður, Katrín Ósk, takk fyrir að vera í símanum með okkur. Já, takk. Greta og Dagný, takk fyrir að koma og gangi ykkur vel. Takk fyrir.